En það einhver sérstök verk eða sérstakur höfundur sem þér finnst persónulega gaman að leika og vildir kannski sjá meira af? Já, mér finnst kannski við spilum einum og mikið hérna af Brahms og Beethoven. Ég er náttúrulega ólega hrifin af Brahms og Beethoven en það eru bara mörg önnur tónskáld sem ég finnst ætti að kynna hérna dálítið betur. Svo til dæmis Bartók, Mahler, mér finnst ekki heyra nóg af þessu og marga fleiri. Schönberg er ég nú persónulega ekkert sérstaklega hrifin af. Hvernig var að taka við stöðu konsertmeistara svona ung? Það var bæði gaman og erfitt, en það var kannski ennþá meira tekið eftir því að ég var kona. Frekar heldur en hvað ég var ung, en alltaf hvort tveggja vakti gríðarlega athygli og gat kannski verið dálítið erfitt, en hljómsveitin var bara eitthvað svo yndisleg og ég var búin að vera þarna, þetta var eins og hálfgerð fjölskylda mín vegna þess að ég var byrjuð að spila með þegar ég var táningur sem lausráðinn. Og ég þekkti alla þarna og fólk tók mér afskaplega vel, flestir allavega tóku mér afskaplega vel. En ég þurfti auðvitað að læra þetta, maður kann ekki bara vera konstmeistari svona 1, 2 og 3, þó ég hafi verið það í skólahljómsveitum erlendis náttúrulega og fengið reynslu að leiða, þá er þetta svo mikið líka samspil á mannleg samskipti sem að lærast náttúrulega meira og betur með tímanum. Þarna fannst mér vera mikilvægst fyrir mig að vera alltaf í þessu frábæra formi, þannig að auðvitað reyni ég að gera það líka í dag og geta spilað og vera fyrirmynd, það skiptir miklu máli, en auðvitað það var dálítið erfitt líka kannski sumleiti út á við vegna þess að sumum fannst þetta bara alveg fáránlegt og það var auðvitað, konur hafa alltaf þurft að sanna sig meira heldur en karlmenn. Fáránlegt að svona ung kona væri orðin konsertmeistari? Já, í rauninni, já, og svona, en svo átti ég líka því lána fagna að hafa svo góðan mann við hliðina á mér sem heiti Jónsson og hérna sem að studdi mig mjög mikið ásamt mörg af þessu eldra fólki var mjög gott í mig. Síðan Guðný tók við stöðu konsertmeistara fyrir rúmum 30 árum hefur hljómsveitin breyst mikið. Hljómsveitin hún var ekki nema rúmlega 60 manns þegar ég byrjaði, við erum alltaf upp undir 100 núna. Við gátum ekki flutt stóra symfóníur á þessum tíma, við gátum ekki flutt Mahler og alla Sjostakovich, reyndar spiluðu nú einhverjar en nú erum við flytjaðar allar og bara svo mörg verk sem að vantaði fólk. En í hverju felst þetta starf, konsertmeistari? Þú segir að þetta sé svona stjórnunarstaða, en hvað þýðir þetta nákvæmlega? Konsertmeistari er fyrirliði fyrir fyrstu fiðlu að sjálfsögðu og jafnframt fyrirliði fyrir alla strengja sveitina. Hann ákveður í samvinnu stundum, en stundum sjálfur strókin fyrst, hvort þú strykur upp eða niður. Þetta virðist náttúrulega vera ósköp einfalt en þetta er afskaplega flókið samt, þó er ekki nema 2 leiðir upp og niður. Síðan er þetta gert í samvinnu við aðra strengja leiðara og stjórnandi getur líka haft sína skoðanir á þessu. Og þetta er svona bara eitt atriði, það er svo margt annað, ég meina bara listræn mótun á svo margan hátt í samvinnu við stjórnanda. Stjórnendur eru ekki bara einhverjir einvaldar sem standa þarna og segja svona átt að vera. Þannig að þú ert með í ráðum þá sem að túlkun? Sko ekki beint með í ráðum, maður túlkar og þetta er svona flæði sem maður hefur við stjórnanda, skilur, og hann finnur hvað við viljum, eða ég meina það sem ég vil, grúppan mín, hún kemur með mér. Þetta er mjög svona hárfínt og hérna, þetta sést, þetta vinna sem kannski ekki beint sést. En síðan er alltaf konstmeistari fyrirlið allra hljómsveitarna líka út af við og gagnvart stjórnandanum. Þannig ef okkur líkar ekki við stjórnanda þá getur konstmeistarinn sagt, heyrðu góða minn, viltu bara gjöra svo vel að hundskersku burtu? Ég er eiginlega eina manneski sem ég leyfi til að gera það, ég hef ekki gert þetta það. Nei. En þið langar til að gera þetta? Oft, nei, það kemur fyrir mig langar til þess. En ég hef stundum þurft að svona alltaf því aðyrða stjórnendur sem hafa ekki hagað sér vel gagnvart fólki. Það er mjög miklar undantekningar samt. Pabbi var lengi annar konsertmeistari
Já. Og hann átti fullt af byssum sem hann sagði að svona í gríni hann ætlaði að nota á ákveðna hljómsveitarstjóra. Já, það var ekki bara hljómsveitarstjóra sem okkur langaði að nota byssunar, það var hann líka stundum tónskáld. Hann án ekki verið að segja þetta, en við gerðum náttúrulega mikið af því að flytja nýja tónlist og einhvern veginn í gamla daga var þessi tónlist eitthvað miklu nýstarlegri, maður var ekki vanur þessu. Núna spilum við hvað sem og finnst bara eiginlega gaman að öllu verum það miklu opnari hugur hjá fólki gagnvart þessu. En þarna fannst okkur eitthvað sem var ekki mjög læran, fannst okkur alveg bara hræðilegt og stundum grínust við með þetta. Það þyrfti nú bara að gera eitthvað í þessu. En ég meina það er náttúrulega bara staðreynd að stór partur af nýrri tónlist er ekki sérstaklega góður. Ég meina, þannig var þetta bara áður fyrir. Ég meina, á 19. öldinni þá voru samin 100 sem fleiri verk en eru flutt í dag frá þeim tíma. Að sjálfsögðu, sko, en ég... Það bara eftir að vinsa úr. Ég vil samt ekki alveg setja mig í dómarasæti og segja hvað er gott og hvað er slæmt, vegna þess að það hefur aldrei verið eiginlega hægt að gera á hverjum tíma, vegna þess að við vitum náttúrulega að það var hent eggjum í Stravinský og svo framvegis sem verk sem að núna eru álitin öndvegisverk. Þannig að ég hef aldrei viljað dæma eitthvað verk sé lélegt, þó mér kannski finnist það innst inni, ég vil kannski ekki viðurkenna það. Það var einhver sem sagði um 9. symfóníu Beethovens, einhver sem skrifaði, sagðist hafa heyrt hann orður að herra Beethoven væri heyrnarlaus og eftir að hafa heyrt 9. symfóníu hans þá sagði hann, já, nú veit ég að þessi orðrómur er sannur. Já, annafnilega það. En hefur þú komið fram sem einleikari með symfóníunni? Já, mörgum sinnum, svona mjög reglulega. Alveg frá upphafi, reyndar áður heldur en ég var konstmeistari kom ég fram fyrsta skipti þegar ég var ennþá í námi í Juilliard og kom ég og spilaði Dvořák fiðlukonsertinn. En síðan náttúrulega, þetta er auðvitað partur líka, ég tók það ekki fram áðan, hlutverk konsertmeistara er að vera einleikari og mörg verk eru þannig að það er ein fiðla sem að spilar oft og það er konsertmeistarinn sem að tekur af sig það einleiks hlutverk og í sumum hljómsveitarverkum þá er þetta mjög stórt hlutverk. Guðný hefur einnig komið fram sem einleikari á öðrum vettvangi. En veistu frá því þá eru auðvitað líka einleikskonsertar sem að ég hef tekið þátt í hér og ég hef frumflutt nokkra af mjög þekktum fiðlukonsertum hér heima á Íslandi sem engin annar hafi flutt vegna þess að fólk sem kemur hérna sem gestir það spilar svo mikið þessar sömu konserta Tchaikovsky, Beethoven og Brahms og alla þessa þannig að ég frumflutti til dæmis Elgar fiðlukonsertinn 92, hann hefði aldrei verið fluttur hér og hefur aldrei ekki verið fluttur síðan. Ég frumflutti líka Stravinský, fiðlukonsertinn og Britten. Og svo fyrir utan náttúrulega íslenska konserta sem ég flutti í fyrsta skipti. Og ég hef alla tíð farið annað og spilað einleik kammermúsík, farið og kennt á námskeiðum. Þetta er bara verið partur af mínu lífi sem ég hef fléttað inn í starf mitt hérna á Íslandi. Þú ert gift sjálf á leikara? Spilaðu mikið saman? Já, við spilum í Tríó Reykjavíkur náttúrulega og við erum alltaf með reglulega tónleika þar og stundum förum við eitthvað út fyrir landsteinina líka og spilum og vorum til dæmis í Chicago fyrir nokkrum árum og lentum þar í beinni útsendingu á klassísku stöðinu og það var mjög skemmtilegt því að það var einhver Íslendingur sem var á ferð í bíl og heyrði að það var verið að spila Jón Nordal í útvarpið og heyrði þess að kynningun á tónleikunum og sjálfsögðu mætti. Og þetta var systir hans Kjela, hollleikara í symfóníunni, Anna Jóelsdóttir. Þannig að þetta er svona ýmislegt skemmtilegt sem kemur upp á, en spila einleik með hljómsveit, ég hef ekki gert mjög mikið af því, en ég til dæmis frumflutti líka Britten-konsertinn í Puerto Rico fyrir nokkrum árum, hann hefði aldrei verið fluttur þar og hef farið svona eitthvað smávegis. Ég hef lítið gert í þessu sjálfa agitera og þetta er bara eiginlega einhver veit af mér og veit ég kann einhvern konsept vel að það hringt í mig og spurt hvort ég geti komið og ef ég laus þá bara ger ég það. En nú er Tríó Reykjavíkur dálítið áberandi svona í tónleikaflórunni. Hvað er tríóð aftur orðið gamalt? Við stofnuðum það 1988 og upphaflega með Halldóri Haraldsinni. En hann lét að störfum í tríóinu, ég held að það verið 96, þannig að nú eru við bráðum búin að vera 10 ár með Petri Maté. Sem er píanóleikari. Píanóleikari, já. Þetta er píanótríó sem sagt, fiðla, cello og píanó.
En segðu mér, hvað olli því í upphafi að þú byrjaði að læra á fiðlu? Af hverju valdir þú fiðluna? Ég valdi hann náttúrulega ekki. Það gerði Karl faðir minn. Hann kom og tilkynnti mér eitthvað við þetta að ég ætti að læra á fiðlu. Hvað varstu þá gömul? Já, ég hef ekki verið um 6 ára og mér heyrðist hann segja filmu. Og ég var dálítið hissa, sko, af því ég vissi bara um eitt hljóðfæri sem var til og það var píanó. Ég vissi bara að það var til píanó, það var píanó á heimilinu og eldri systir mín var eitthvað byrjað að glamra það og ég reyndar líka. Svo ég sá fyrir mig svona filmjötnar í skúffu, myndavélar filmjötnar og rauk þang og sagði hvernig á ég nú að fara að spila þetta. En síðan hafði systir mín farið að horfa á ferðina til Tónsins í Þjóðleikhúsinu og þá kom hún heim og sagði, veistu það voru einhverju menn þarna og onni í einhverju holu og þeir spiluðu og það var eitthvað sem leit út eins og bréfpoki og þeir voru með reglustriku og þá komst ég að því að þetta var þessi fiðla sem ég átti að læra á. Það var ekki til sjónvarp á þessum dögum og maður vissi ekki hvað fiðla var, þannig að ég var mjög spennt þegar ég fór í fyrsta spilatíman. Ferðin til Tungsins, þetta var ekki Iðikliði, var það ekki hvað var hann? Var ekki fiskiflug eða eitthvað svolítið sem spilaði á fiðlu? Aldinborri. Aldinborri? Hvað er Aldinborri? Ég bara veit það ekki. Nei, það er einhvers konar flug. Ég var ung til að fara á þetta, sko. Systir mér var aðeins eldri. Ég vissi bara um Aldinborra og þessi skrýtnu hljóðfæri sem hún sá. Þetta er svona, man ég mjög greinilega. Síðan var ég mjög spennt að fara í fyrsta spilatíman minn og hann var sur í Hafnarfirði. Ég var látin í tónlistarskólanum í Hafnarfirði. Við byggum í Kópavogi þannig að ég fór í tónlistarskólanum í Hafnarfirði. Ég var ung til að fara í tónlistarskólanum í Reykjavík því að Björn Ólafsson, hann sagðist ekki taka byrjendur. Og hver kenndi þú fyrst? Það var Erna Másdóttir og hún er móðir Sigrunar Aðalsdóttur og Sigurlagar. Hún var fyrsti kennari minn. Og hún var 18 ára og ég 6 ára. Hún kenndi mér í 2 ár. Og var hún góð við þig? Hún var afskaplega ljúf við mig og góð en ég man eftir fyrsta tímanum að því að ég sá þá fiðlu í fyrsta skipti og hún spilaði, tók upp fiðlun og spilaði eitthvað lítið lag og ég horfði bara bogan og ég skildi ekki hvernig tónarnir gátu komið út af því ég sá ekki vinstri hendurna hreyfast og svo náttúrulega fyrstu tímanum fékk ég bara að spila lausa strengi og mér fannst þetta alveg ómögulegt og kvartaði og sagði það er bara 4 nótur á þessu apparati, ég meina hvernig ná ég nokkuð tímann að fara að ég spila lög svo einn daginn þá datt mér í huga að prófa að setja fingur niður og þá hljóp ég til foreldrunum og sagði það eru 5 nótur þannig að svona var þetta í byrjun sko, það var svona algjör græningi en kom þetta svona smátt og smátt að það fór að geta að spila nokkur lög. Aðalkennari Guðnýjar á Íslandi var Björn Ólafsson konsertmeistari en hann þótti vera afburða fiðluleikari. Ég fór til Björns þegar ég var 8 ára gömul, ég fekk að pröfuspila fyrir hann. Þegar ég var 8 ára, ég man þetta það var gert í heiminni í stofu og ég held ég hefði spilað fyrir hann Allegro eftir Fjokko. Og síðan þurfti ég að taka endurkópróf í tónlistarskólann og gerði það í Þrúðvangi og Þrúðvangur var hús Einars Benediktssonar þar sem tónlistarskólann var til húsa. Löngu fyrir þína tíð áður en að fór upp í Skipholt og það var mjög skemmtilegur sérmennandi salur og þar man ég eftir ég tók þetta inntökupróf og náttúrulega þarna var Páll Ísólfsson stattur og Árni Kristjánsson og all elítan sko, landsliðið, ég var 8 ára gömul og spilaði Vívaldi í Amol-konsert og vonast náttúrulega til þess að ég kemist inn en pabbi minn sagði að ég hefði nú ekki spilað alveg eins og ég hefði átt að gera og ég var eitthvað utan við mig og rugglaðist eitthvað en ég komst á samt inn og þá hófst samvinna mín við Björn Ólafsson sem var mjög farsæl og hann var alveg yndislegu kennari, yndislegu maður og þetta var allt svona mjög gaman þarna á þessum tíma, maður hefur svo góðar minningar af öllu þessum frábæru listamönnum sem kenndu þarna og fólkinu sem var þarna líka, nemendunum hinnum. Eftir að hafa lokið einleikaraprófi frá tónlistarskólanum í Reykjavík lagði Guðný land undir fót og nam meðal annars í hinum fræga tónlistarháskóla Juilliard í New York. Þar var oft gríðarleg samkeppni. Fólk var bara dæmt eftir því hvernig það spilaði og allir voru að hamast með Paganini kabaretturnar sínar í herbergjum og allt það tæknilega og allt var að sína hvað það var í flýnt. Ég var voðalega heppin vegna þess að ég eignaðist bara svo yndislega vini
og við heldum bara hópin saman þessir vinir, þetta var sumt af þessu fólki alveg stórkostlega listamenn í dag, sko, það til dæmis Emerson kvartettinn, strákarnir í honum og fyrsti flautuleikarinn í Metropolitan sem þar enn, þetta var svona hópur við svona, vorum ekki í þessari samkeppni, við bara studdum hvort annað og ef við vorum á tónleikum til dæmis vildum spila einhvern lítinn konsert, þá settum við bara saman hljómsveit á okkur sjálfum og spiluðum fyrir hvort annað og tókum einhvern veginn ekki þátt í þessum skrýpaleik en auðvitað vorum við að æfa okkur mikið en við vorum bara jákvæð hvert öðru og mættum alltaf á tónleika hjá hvert öðrum og hrósuðum hvert öðru alltaf upp í hafstert, sko. Það var mjög gott.
Getur tónlist verið hugleiðsla? Já, alveg tvímælalaust. Þetta er sko að það að spila út af það, sko, það er oft svo mikið stress sem tengist í að spila. Þess vegna sko, velti því fyrir mér hvort að það sé hægt að hafa tónlist sem hugleiðslu. Sko þetta verk, meditasjón, ég fer bara alltaf í eitthvað annarlegt ástand þegar ég spila það. Ég er bara að verða að viðurkenna það. Ég spilaði þetta nokkrum tónleikum núna út í Bandaríkjunum fyrir nokkrum vikum og ég vissi alltaf hvernig ég byrjaði, hvernig ég endaði. Ég allt í einu var þetta búið, það bara, já, og það þurfti ég að nægja mig. En ég myndi ekki ennilega svona hvernig ég hefði spilað það. Ég bara var í verkinu. Og þetta er þannig verk, þetta er mjög nærandi, sko, að fá að spila svona verk. Heldur að tónlistamenn séu almennt frekar andlega sinnaðir? Því að tónlistin er nú svona eitthvað, það er eitthvað andlegt í tónlistina finnst mér allavega. Ég held það að þeir séu það margir hverjir, sko. Ég held að hljóta eiginlega vera, minnst okkur þeir sem að ná að tengjast virkilega áhörendur, sko. Tónlistmennir er náttúrulega mjög misjafnir. Þeir geta verið afskaplega flinkir og þeir geta spilað alveg frábærlega tæknilega en samt kannski er engin taug í tóninu þeirra sem að kannski höfðar til. Nei, manni finnst alltaf að það sé einhver svona dýpri merking í tónlistinni og það er ekki allir sem tekst að miðla henni til áheyrenda. Það er ekki allir sem teksta, en það er það sem mér finnst vera það svona mestu áskorun við mig sem flytjanda að leitast við að gera þetta. Mér finnst það eiginlega að vera þess mest virði af öllu að geta gert það. Hvort sem að ég er að spila eina eða hvort sem að hljómsveitin er að spila. Að við öll líka það myndast eitthvað andlegt samband finnst mér á milli okkar í hljómsveitinni þegar við erum að flytja, þegar við erum á tónleikum sem að, og það náttúrulega fyrir líka kannski eftir stjórnandinu hvernig hann er, að hann sé líka stiltur inn að við förum á einhverja bylgjulengd og stundum tekst okkur ótrúlega vel upp þegar við náum þessum samhug í hljómsveitinni. Svo getur verið að það sé ómikið að truflunum, sko, að það gangi ekki upp. Auk þess að spila mikið á tónleikum kenni Guðný á fiðlu. Einn af nemyndum hennar var Sigrún Eðvaldsdóttir konsertmeistari. Sko Guðný fyrir mig var alveg besti kennari sem ég hefði getað fengið á þessum tíma. Ég var ung, ég fór til hennar þegar ég held ég hafi verið 12 ára og var hjá henni í 5 ár, já, fram til 17 ára aldurs. Og á þessum tíma náttúrulega sko, þá var hún ekki komið með eins mikla reynslu og hún er með í dag. Hún er, ég veit hún er öðruvísi kennari í dag. Hún er miklu skipulagðari og hefur svona sankað að sér vitneskju í gegnum árin og svona skipulagi. En sko fyrir mig þá sko hún var svo góð við mig og hún var alltaf svo hvetjandi og eitt sem að sko ég gleym aldrei sko það var að hún spilaði svo mikið fyrir mann í tímunum á náttúrulega þessa gullfallegu fiðlu og þannig að maður fekk alltaf beint í æð sko tónin einhvern veginn og beint inn í eyrun alltaf sko tónin þennan safaríka fallega tón sem að hún leggur sjálf svo mikið upp úr og það eru bara ekkert margir sem að er að spá í það. mér til mér finnst að vera mjög mikilvægt sjálfri, örugglega vegna þess að ég fekk þetta svona beint í æð. Hún gat alveg verið ströng og hún er svo mikill sálfræðingur að hún veit að það þarf að vera strangur við kannski þá sem að eiga auðvelt með þetta stundum og hún til dæmis laði mér svona lífsverkefna stundum að ef maður var svona og að kærulega segja eitthvað, ég held ég kunni þetta utan að eitthvað, þá bara sagði hún Sigrún annarkvort kannti þetta utan eða ekki, þú veist, það var ekkert annarkvort og þá líka þegar hún sagði þetta þá brá mér svo að það var til þess að ég sjálf kom mér upp svona systemi til að læra utan að sem að klikkar ekki, en þá líka kann maður það en þú veist það er tímafrægt en þetta komment hennar var til þess að ég bjó mér til þetta system og svo eitt sem að ég man svo bara hjá okkur öllum sem voru að læra hjá henni á þessum tíma að hún gat hrósað öllum en aldrei á annara kostnað að sko það ljómuðu bara allir því að hún gat einhvern veginn hrósað þannig að allir tækið það til sín þetta er alveg list sko
og mér fannst það mjög flott og hún sagði til dæmis oft með svona íbyggnu brosi eftir kannski tónleika þegar við vorum öll að spila alveg að fullu og það var kannski svona samkeppni innbyrðis óvart sko hjá okkur að þá sá hann, þið spiluðu öll hvert öðru betra og allir alveg bara ljómuðu, mér finnst þetta svo frábært. Björn Ólafsson hringdi í mig daginn áður en tónlistarskólinn byrjaði, haustið 74 og sagði, Guðný mín, ég er með 4 nemendur sem ég má til að beða þeim að taka og sko, ég hugsaði nei já, auðvitað, ég meina, hvernig getur þú sagt nei við gamla kennari, en það er ekki hægt. Þannig að ég tók við 4 nemendum og þá eiginlega varð ég, hvað kallar maður það, ég varð háð kennslunni. Það veistu það bara, mér fannst þetta mjög gaman, sko. Kennslufík? Já, ég fekk kennslufík, ég fekk bakterínu og fíknina og eftir það bara gæti ég ekki hægt. Og eiginlega er alltaf á leiðinni, nú er ég búin að kenna svo lengi og svo mörgum og nú geta bara aðri tekið við og ég get farið svona að spila svolítið meira þannig að verður á seint en svo bara límast þessar elskur alltaf við með einhvern veginn svo kemur einn í viðbúti, ég ætla var búin að segja nei í fyrra sko og alveg búin að loka, þá kom eitt frá Ameríku og ég gæti ekki sagt nei við hann og svona. Það eru margir frábæri fiðluleikarar sem hafa verið hjá þér að læra. Já. Hver er galdurinn? Galdurinn, ég veit ekki hvort það sé neitt sérstakur, hvort það er einhver sérstakur galdur, en ég vil bara meina það að ef þú kennir, þá verður að halda áfram að læra stanslaust. Þú getur ekki bara sett í stöðu sem kennari, þú ert lærisveinn í rauninu og ég náttúrulega má kannski ekki segja þetta, mér finnst ég læra eitthvað að nemendum minni með hverjum einasta tíma sem ég er að kenna. Ef ég læri ekki eitthvað í tímanum, þá er þetta bara glataður spilatími en ég náttúrulega, þú mátt ekki segja þeim þetta vegna þess að þá hætta þau að borga mér. Hörðu, við birtum þetta ekki. Tónlistarmenn skynja menn eigin takmarkanir einhvern tímann að lokum. Hvað gerist þá þegar þú finnur að þú ert komin einhverjum vegg og þú kemst ekki lengra? Mennarðu þú ert orðin of gamall eða eitthvað? Já, eða bara búin að læra svo mikið og svo bara kemur allt inn á vegg og þú bara finnur að þú ert komin að þínum eigin takmarkunum. Þínu hæfileika leif ekki meir, hefur það einhvern gerst? Nei, mér finnst ég alltaf þurfa svo mikið meira að læra og ég uppgötta eitthvað nýtt á hverjum deg bara því ég er að æfa mig þegar ég segi, já, puttin aðeins meira svona, nú gengur þetta og þetta er svo mikið smáatriði og þetta er náttúrulega algjörlega sko, þetta er svo þröngur heimur og fólk getur ekki skilið þetta nema að þú sért bara að spila þetta hljóðfæri vegna þetta er óskaplega flókið, það verður að segja sem segir, þú heldur hendanum uppi á mjög einkennilegan máta og þú ert að hreyfa, það eru margar hreyfingar í gangi bara það til dæmis að þú ert kannski skiptir hér, ert að skipta stillingu að hreyfa fingur jafnt þannig að þú ert kannski að fara milli strengja, það er einhvers stað og meðan ert að gera einhverja kunsti hérna með boðanum og þetta er alveg ótrúlega flókið og þetta er svo oft gert bara þegar nemendur þeir bara horfa á nótur og svo gera þeir eitthvað tilviljunarkennt og þetta er sem það þarf alltaf að vera að laga skilur þegar ég fæ nemendur að sortera þessar hreyfingar niður í einfaldleikan þangað til að þau skilja svo hvað þetta er í rauninni einfalt að þú bara gerir allt í réttri röð og þú hreyfir þig rétt á réttum tíma þá getur þú spilað eins og Hi-Fides. Þannig að það er endalaust hægt að læra eitthvað nýtt. Alltaf, já, bara þessar hreyfingar eru allar svo þær eru flóknar þegar koma allar saman, ferlið allt er svo flókið, svona allar svo þarf þetta að tengja músikleititi við það líka og þú þarf að hafa tón sem hefða til fólks og svo framvegis. Þú ætlar að spila hérna Sigøjnerweisen eftir Sara Satir. Já. Það er eitthvað þekkt lag inn í því verki. Já, lagið eftir Hauk Mortens, Tilurðu fræ. Það er það, akkurat. Já, það er Haukur Mortens kannski, já, má segja að hann hafi komið eyra á þetta lag og notað þá og gert mjög frægt hérna á Íslandi, þannig að en þetta allir þetta sé ekki bara eitthvað þjóðlag. Það er mörg sko lög sem eru bara, maður heldur að sé þjóðlög. Já. Sem eru komin ungum þekktu verkum. Já. Nú glatt í döpum hjörtum til dæmis. Þetta er málsett. Töfraflötunni. Já. Og svo framvegis. Já. En ég er bara ekki nógu vel að mér að ég geti sagt að þetta lag, hvort þetta er þjóðlega eða hvort að Sara Satir hefur samið þetta. Mér finnst þetta nú vera eins og þetta sé svona einhvers konar ungverst þjóðlag sem hann hefur fléttað inn í þetta verk, að þetta er sígunalag. En ég get ekki fullyrt neitt um það. Þetta er fallegt lag.
Hefur aldrei langt þess að hætta þessu? Fór að gera eitthvað allt annað? Það kvarðlar svona ekki verið stundum með maður alveg komin hinga. Þú veist, maður er búin að vera í symfóníinu og þarf að læra 10 verk á einni viku og svo þegar síðasti nemendinn er að fara eftir vikuna þá hugsa maður, hvað er eiginlega að mér? Hvað er ég að þessu? En ef þú værir ekki tónlistarmaður, hvað værir þá? Þá hugsa ég hefði verið myndlistarmaður. Alveg tvímælalaust. Mér fannst mjög gaman að teikna alveg hreint frá því að ég var ung. Var nú reynda bara alltaf með teikniblokk með mér og svo kom þegar það kom fyrir nokkrum árum að ég gæti ekki spilað í nokkrar vikur eða mánuði, þá tók ég bara upp vatnsleitadótið mitt og málaði nokkrar myndir. Þú ert enn að mála? Nei, svo var mér sagt ég yrði nú að verða einhver frístundamálar og byggja mér aðstöðu hérna en ég bara mækta að því, ég ætla bara að leta bara bíða. Ég held svona, ég haldi málningarsýningar svona milli 8 og 9. Það verður kannski, ég hlakka til. Það verður þá kannski sem ég ekki byrja að svona gera eitthvað í alvöru. Þetta nú ekki óalgengt. Ég held að rússneski píanistinn Sviatoslav Richter, hann var frístundabálari líka. Ég held að hann hafi haldið sýningu. En mér finnst ég ekki kunna ná, skilur. Ég gerði nokkra myndir og svo bara sé ég svo mikið að listamenn sem eru vinir, sko. Vinir mínir eru listamenn, ég sé tæknina hjá því. Ég meina, þetta er eins og ég fari alltaf inn að við spila á fiðlu og hefði getið æfnina tækni og getið spilað eitt lag. Mér finnst það eiginlega, fólk er stundum, ég held stundum að fólk halda það geti meira en það. En ert þú með fullkomnunaráttu? Nei, ég veit það að hún er ekki að það er ekki hægt að vera fullkomin. Nei, en svona... En ég reyni bara, mér reyni alltaf að gera betur, sko. Og ég eiginlega þoli mjög illa fúsk. Og sérstaklega ekki hjá sjálfur mér, vegna þess að maður sér það alltaf innst inni. Þó maður getur breytt yfir og reynir stundum að fela það og sýnast merkilega fyrir öðrum, þá maður viti innst inni að maður er kannski að fúska eitthvað. Og þá líður mér ekki vel, þá finnst mér ekki þurfa að reynsa til. Ég misti áhuganum mitt á að tefla þegar ég uppgötaði það að maður þyrfti að leggja á sig og marga klukktíma á dag til að vera virkilega góður að tefla. Þarftist ekki lengur, ekki tölvöldin að gera þetta fyrir þig. Nákvæmlega. Ég hef aldrei vitað annað þess. Ég meina, ég vona að tölvöldin fara aldrei að spila fyrir okkur á hljóðfæri. Það er náttúrulega það gæti nú verið. Það var alveg hræðilegt. Ég meina, þá bundi allir spila eins. Ég meina, það er þetta mannlega sem að... Nema að væri hægt að prógramera inn í það, sko, að spila eins og Rubinstein, spila eins og Horowitz, spila eins og Heifetz. Já, en þeir eru bara dauðir og það eru núna lifandi manneskjur, það er akkurat þetta í núinu, þessi lifandi manneskjur sem er að spila núna, að þessi augnabliki, þetta nú, það er þetta sem að gefur tónleikum gildi og þeim sem að taka á móti þessu, þú getur aldrei tekið á móti þessu, ekki frekar heldur en að það er ekki sama að borða grænmeti úr dós eða tína það hérna út úr garðinu, þetta er bara allt annað hlutur. Segðu mér, hvað er það erfiðasta sem þú hefur gert sem fiðluleikari? Erfiðasta verk? Já, eða verkefni? Ég það ekki deila að þetta, ég er stundum hissa á því að ég skildi geta þræla mér í gegnum Britten Fiðlukonstein. Já, hann er svona svínslegur. Hann er svínslega erfiður, en það bara tókst svona nokkurn veginn að gera það og ég var sérstaklega verðvitað þegar ég setti nemandi þennan koncept fyrir nokkrum mánuðum og svo tók ég upp fiðlun alltaf að fara að sína. Ég gæti ekki, ég hugsaði mig hvernig í ósköpunum fór ég að þessu. Þannig að ég þyrfti kannski einhverja mánuð aftur og ég ætla að taka þetta verk upp aftur. Þannig það er bara mjög erfitt, sko. Já. En hvað með Bach? Er Bach ekkert erfiður? Bach er afskaplega krefjandi og erfiður og ég hef ekki verið eins dugleg eins og maðurinn minn að æfa hann reglulega. Það er kannski vegna þess að minn tími fer svo mikið í vinnuna, symfónían og svo kennslan. Ég get ekki alveg aft mig eins mikið og þegar ég æfi mig þá er það svo mikið að undirbúa symfóníuna. Ég get ekki aft mín eigin verk eins mikið eins og kannski þeir sem er ekki í hljómsveitinni. En ég er farin að spila Bach miklu meira núna og ég er náttúrulega stefni að því að reyna að spila allan Bach. Það er verið svona að skora á mig að Hvað er þetta mörg verk? Þetta eru 6 eins og hérna, já það eru að koma áskoranir að við Gunnar verðum að spila þetta allt saman úr hann búin að spila allar 6 og svo verðum við náttúrulega að gefa þetta saman út úr disk en ég bara er ekki búin að læra suman þó ég hafi spilað þessi nemandi, mér finnst ég þurfa mörg ár núna bara til dæmis bara að spila seturfúkuna einhverju viti, ég meina ég þarf bara að vinna í henni við komum mánuðum saman, þetta er ekki eitthvað sem ég bara hristi svona fram bara erminni, þetta er það krefjandi. En nú ætlar að spila sjakkonuna eftir Bach? Ég ætla að reyna það, já. Já, við bara sjáum hvernig til text.
Thank you.